Fjórða umferð Íslandsmótsins í torfæru fór fram á sunnudaginn í boði Sparisjóðsins í Keflavík. Haldinn af Akstursíþróttafélagi Suðurnesja. Það verður umfjöllunarefni þessa þáttar. Gott kvöld, Birgir Þór heiti ég. Þetta er staðan áður en að fjórða umferðin hófst. Haraldur Pétursson hafði forystum. Sigurður Þór Jónsson var í öðru sæti og Kristján Jóhannesson í því þriðja. Það er einnig slagur í götubílaflokki á milli Ragnars Jóbessonar og Gunnars Gunnarssonar. Nýliðum hefur fjölgað mjög. Á þessu ári eru 5 nýliðar. Helgi Gunnarsson hér á ferð. Guðlaugur Sindri sem að kemur frá Egilsstöðum tók þátt í hellukeppninni. Nú Erlingur Reyr Klemensson var að taka þátt í sinni annari keppni. Kristján Jóhannesson ekur kúl og hann hóf keppni í upphafi sumars. Kristján, hann gekk glimrandi vel í fyrstu keppni en ekki alveg nægilega vel á Blönduósi. Hvernig fer þetta hér í dag? Ég ætlum náttúrulega bara að reyna að hafa gaman að þessu og reyna að stefna hátt, en það verður bara komið ljós. Bíllinn er í lagi og vonandi ég líka. Áttu möguleika á því að blanda þér í efstu 3 sætin eða baráttunum fyrsta sætið? Mér þrautirnar hérna að henta þessum bíl alveg fullkomlega, þannig að okkur ekki. Þetta hefur gengið ágætlega svona, en það þarf að ganga aðeins betur. Þú ert búinn að vera að safna reynslu í sumar en samt ná fínum árangri? Já. Ég er mjög sáttur við árangurinn og þetta er fyrsta árið sem ég keyri þennan bíl. Það er ekki þetta kvart við því. Hvað þarf til þess að sigra hérna í dag? Ákveðni. Ert þú ákveðinn? Ég vona það. Ég vaknaði svoleiðis í morgun allavega. Garðar Sigurðsson kemur frá Akureyri og ekur gamla Nordec-dreka Einars Gunnlaugssonar. Þetta er einn öflugasti torfærubíll landsins. Því miður þurfti Garðar að draga sig í hlé eftir fyrstu þraut. Þetta er ekki fyrst skipt sem ég sést upp í eppa sko, þannig að ég var fylliseppa sem ég var 17 ára, þannig að þetta er svona loka nikkurinn í eppamennsku að fara bara í þetta. Þú hefur hann á ágætis árangri í stökum brautum? Já, þegar bíllinn er eins og ég vil hafa hana þá er þetta í lagi sko. Síðan kallinn æfir sig aðeins meira, þá verður þetta gott. Það er ekki gefist neitt tími að þjálfa ökumanninn. Hvað er það sem að ræður úrslitum í svona keppni? Að ef að sé að keyra, það er ekkert annað, eins og bara með allt, þetta kemur með æfingunni og ég held að enginn af þessu strákum hérna hafi slegið í gegn í fyrstu keppnunum. Manni finnst stundum að menn séu þungir á bensíngjöfinni og séu ekki að aka með nægilega mikla skynsemi. Skiptir höfuðið og skynsemin meginmáli í þessari íþróttagrein? Já, höfuðið það er það sem þetta snýst sko. En þú ert náttúrulega með tæki á milli höfuðs og jarðar og það er þetta þarf að spila allt saman. Það er markmiðið á mér að græja bílinn þannig að við getum leyft fólki að helst að reyna að keyra og helst, já, sitting. Það verður reynt hérna. Þetta er ekki fyrir hvern sem er? Nei, alls ekki. En það hefur reynslan og kennt okkur það. Það er ekki sniðugt að hleypa fólki sem er ekki vant ökutækjum upp í svona bíl. Þetta er skarðaðis græjur ef ekki ef varlega farið. Það er engin spurning. Nýliðarnir eru að batna með hverri keppni. Er langt í eða skammt í að þessi menn blandi sér í toppbaráttuna? Ég sé skammt í það. Þetta tekur oft fyrsta 5-6 keppnirnar, svona fyrsta árið. Koma mönnum í gang og þá svona reyða vinni í að laga vannkantana, þá eru þið bara dottnir í gírinn sko. Þannig að það er jafnvel útlit fyrir spennandi mót á næsta ári? Já, mér sýnist það. Eða heldur áfram sem horfi. Ertu búinn að tryggja þér titilinn? Nei, langt í frá. Fyrsta braut og Haraldur Pétursson á að fara fyrstur í hana. Og sem fyrr þá gengur hann allar brautir og skoðar og leggur talsverða vinnu í það að finna réttu leiðina. Svolítið athyglisvert að sjá hann vera klöngrast þarna í snarbrattri hlíðinni. Ná í smá basli á fótónum en svona þrautir eru piece of cake fyrir torfærubílana. Það ringdi svolítið og ég vonaði að tæki viljan fyrir verkið þegar við erum að reyna að þrífa linsurnar svo að eitthvað sjáist nú. Haraldur Pétursson leiðir í Íslandsmótinu fyrstur í fyrstu braut. Og þetta er fyrsta hindrunin og Haraldur tekur enga sénsa hér, lætur bara vaða yfir. Fer vel þarna upp fyrir, vel gert, hann er refsilaus eins og er. Betur látið þetta ósagt, tapar hérna 20 stigum og síðan 10 stigum í endarliðin, 320 stig. Keppni á því að ná því í stökum brautum að komast allt til enda eða verður þetta spurningin refsingar í hverju einasta hliði? Þetta er refsingarkeppni.
Það er engin spurning, sko. Það er svolítið hliðarhalli eins og í fyrstu brautinni. Hætta á því að renna niður í hliðin sem er mjög dýrt. Maður verður að sjá svolítið vont að vera. Ég er annar þar, það er svolítið vont, þannig að maður sér ekki hvernig hún er, sko. Sérstaklega sem að Hallur á undan og hann bíl er miklu léttari, þannig að það verður svolítið happdrættið hvernig ég keyri hana, sko. En þetta verður refsingakeppni, ég held það alveg örugglega. Já, Björn Ingi sigraði í annarri umferðinni í sumar og hann er númer 2 í fyrstu braut. En hér verða honum áherfileg mistök og þetta þýðir að hann fær ekki nema 90 stig. Reyndar ekki nema 70 stig. Bremsuna hrökk í gólfið. Hvaða klúður er þetta? Ekki orð! Já, 90 stig fyrir lengdina og mínus 20 stig. Þetta er ekki það sem þú ætlar að gera? Nei! Helvítis bremsubílar skaust upp og ég misti kontakti við bílinn. Andskotans djöfusins helvítis drusla. Sigurður, það munaði litlu á Hellu. Hvað gerist þér í dag? Þetta getur eiginlega farið á ansi marga kanta hér í dag. Það er eiginlega, mér finnst eiginlega alla brautir nema fyrsta braut sem er svona ósækt fyrir fyrsta bíl og það er ansi margir sem verða fyrstir þannig að þetta getur farið á alla kanta og svo er náttúrulega síðasta brautin mjög tvísýn og þetta er náttúrulega, ég til að það verði brúslita braut. Þannig að það verði slagur hér fram að síðustu braut? Já, ég veist það verði bara svipað á síðustu keppni, það verður slagur alveg en ég veist að verðum kannski fleiri í slagnum en 2 núna þannig að það er bara skemmtilega og fleiri að slást um. Hverjir verða það? Já, ég er náttúrulega að Haraldur, Björn og jafnvel Gunni Ásgeirs og Kristján. Þetta verður svo bara mjög skemmtilegu slagur. Ef allt gengur saman þá verður bara gaman að þessu. Það verður 5 bíla slagur um fyrsta sæti. Kemur ekki óvart. Og það eru 5 bílar á undan mér, eða 4 á undan mér í síðustu brautina þannig að þetta getur farið á alla kanta. Og ég er fyrstur í aðra braut og hún er svolítið erfið fyrir fyrsta bíl. Þetta er orðið malbika þegar kemur að Halla og Bjössa og... Já, 5 bíla slagur. Þeir eru að vísu 4 þar sem að Björn Ingi tapaði þarna einum 250 stigum. Þannig að varla er hann líklegur í slagnum um fyrsta sætið og hér er nú Sigurður Þór Jónsson að tapa nokkuð mörgum stigum. 50 stig í fyrsta liðinu og þarna eru 40 stig farin í viðbót. Og alls tapaði Sigurður 100 stigum, fær hans 250 stig. Keppir í göttubílaflokki, sjáu þið rigninguna. Svona er veðrið stundum á Reykjanesinu. Það er hörkuslagur í göttubílaflokki. Gunnar Gunnarsson og Ragnar Róbertsson hafa einokað þennan flokk á undanförnum árum en það er að breytast. Rétt eins og sjáum á að veðrið er að breytast. Mikið rigning og sól í endamarkinu. Bjarki gerir þetta vel. 255 stig. Nú, Karl Víðir Jónsson er eitt þeirra sem að blanda sér í slaginn í göttubílaflokki en hann fær aðeins 170 stig hér og berst ekki um fyrsta sætið. Það var Erlingur Reyr Klemensson. Líklegur kandidat að því að berjast um sæti í torfærukeppnum en bíllinn verður hins vegar að vera í fullkomnu lagi til þess að það sé hægt. Og hann verður að treysta því að aflið sé til staðar þegar hann stígur á bensíngjöfina. Það er það sem að hefur verið að hrjá hann. Bíllinn, raminn, vinnur ekki alveg nógu vel. Og Helgi Gunnarsson er á sínum eigin bíl sem hann hefur smíðað sjálfur. Vantar bara reynslu að vinna. Ég ætla það, já. Ég kem alltaf í keppni til þess að vinna, sko. Ég nenni ekki að koma hérna til að lenda í öðru eða þriðja. Svo bara er það hver heppnin er. Er þetta allt saman spurning um heppni? Já, þetta er náttúrulega spurning um heppni líka, rásröð og að bíllinn sé í lagi. Er það heppni ef að bíllinn er í lagi? Nei, það er náttúrulega ekki heppni. Ég er að tala um skilur eins og rásröðina og svo náttúrulega eins og til dæmis maður kannski keyrir í stál skilur. Kannski fer ég aðeins og langt til hliðar og þá kastast það eitthvað út í loftið eins og gerist til dæmis á Blönduósi í 3. þraut. Þá bara, þú veist, ég átti að fljúga þarna upp, sko. Og þú virtist líka að hika augnablik þar? Já, en ég hafði nóg orku, sko, til þess að klóra með þar upp, en... Nei, þú fórst ekki upp? Nei, ég veit það. Ég hefði haft. Þú er rólegur, maður. Svo þá bara kastaðist hann til hliðar og það var ekki takt að gera í því, sko. En allavega, ég ætla að vona að þetta virki og við erum allavega búin að hafa fyrir því. Þannig að... Gangi þér vel. Þakka þér fyrir, sömuleiðis.
Já, Gunnar mikill húmóristi og ekki hægt að láta það tækifæri fram hjá sér fara þegar að viðtölin eru tekin að aðeins að hrellan. Gunnar í slag Íslandsmeistaratitilinn í götubílaflokki við Ragnar Róbertsson, en hann er að sanka sér töluvert mikilli refsingu hér. Það eru heil 115 stig sem að tapast og hann fær því aðeins 235 stig, Ragnar Róbertsson. Ákaflega nettur ökumaður, eins og búið er að segja 100 sinnum. En rekur sig hér í dekk og tapar þarna 20 stigum. Hann er að gera þetta aðeins betur heldur en Gunnar og nælir sér í heil 300 stig, 65 stigum meira en Gunnar úr fyrstu braut. Kristján Jóhannesson, Haraldur Pétursson búinn að leggja línuna, hann fekk 320 stig, hann tapaði aðeins 30 stigum og hér er Kristján Jóhannesson refsilaus en þarna fara 20 stig rétt eins og hjá Haraldi og síðan önnur 10 í endaliðinum, þannig að þeir eru jafnir, Kristján og Haraldur. Fjórða umferðin í sumar, ertu loksins tilbúinn? Hann á að vera það, já. Það er bara svoleiðis. Það er allt komið sem á að vera. Það er ekki verið þitt sumar? Nei. Er þinn tími kominn? Ég er ekki að segja það, vona þú sétt sannspor bara og brosa bara í dag. Hver verður staðan eftir 4 brautir? Ég verð fyrstur, það er alveg á hreinu. Á næstu 3? Ég ætla að vona Siggi, ég veit það ekki. Þeir verða þarna, Halli, Siggi, Bjössi, eitthvað staðar þarna. En Bjössi ætla náttúrulega að vinna þetta strax sko, en það kemur bara í ljós. Já, það verður ekkert úr þýr hjá Birni, en þetta er Gunnar Ásgeirsson. Sigurður Jónsson aðeins með 250 stig út úr fyrstu braut, meðan Kristján Jóhannesson og Haraldur Pétursson er báðir með 320. Gunnar gerir þetta vel, refsilaus ennþá. Og enn er hann refsilaus, en hér skortir hann akstursæfinguna og svo bilar hjá honum stýrið þar að auki og hann fer ekki lengra í þessari braut og hann er eiginlega úr leik hvað það snertir að berjast fyrsta sætið. Þetta er allt og dýrt. Gunnar Ásgeirsson aðeins 170 stig fyrir fyrstu braut. Hvað klúður var þetta? Fyrstu braut? Og stýristælan. Af hverju? Ég veit það ekki. Og dælan sjálf eða reyminn? Dælan sjálf, reyminn og hengkóf, sko. Það eru komið reyðar. Og bara alveg akkurat þarna í. Já, og þá er það braut nr. 2. Og það má segja að Sigurður Þór Jónsson hafi ekið sjálfum sér út úr slagnum fyrsta sætið með þessari veltu. 40 stig fyrir lengd og mínus 20 stig. Þannig að hann fikk aðeins 20 stig. Sigurður hins vegar heljarmenni að burðum og á létt með að setja bílinn á hjólinn aftur. Bjarki Reynisson ekki lengur með í slagnum fyrsta sæti í götubílaflokki í þessari keppni því Gunnar Gunnarsson fór hér upp í annari braut en eins og áðan aðeins á dekkjónum. Það eru 350 fyrir lengdina, 70 refsingu, 280 stig. Og hann er á heimavelli og fullt af áhorfendum sem þar mættu klöppuðu honum lofi lóa enda þeirra maður. Þá er það Ragnar Róbertsson, var með 65 stiga forskot eftir fyrstu braut. Gunnar fekk 280 stig. En Ragnar fær hins vegar ekki nema 220 stig. Þannig að nú munar á þeim 5 stigum. Einvígi fyrsta sæti í götubílaflokki og það stefnir í einvígi fyrsta sætið yfir heildina. Kristján Jóhannesson fer hér alla leið sem og Haraldur Pétursson. Haraldur Pétursson leiði með 650 á móti 630 stigum hjá Kristjáni Jóhannesinni og Gunnar Ásgeirsson klórar hér aðeins í bakkan og er í 7. sæti þessa stundina eftir 2 brautir. 3. braut, Gunnar Gunnarsson. Fer hér gróflega yfir í fyrsta hliði, tapar þar 50 stigum. Svolítið snúin braut. Og Gunnar fer til enda, 95 refsistig. Það er 7. besti árangur í þessari braut. Ragnar Róbertsson fylgdist með og er næstur í brautina.
fer vel hérna upp fyrir rauða dekkið en kemur síðan við hvíta að ofan og rauða að neðan. Gunnar tapaði þarna 50 stigum en Ragnar Róbertsson 40 stigum. Ragnar eykur forskot sitt 5 stig með 780 stig eftir 3 brautir á móti 770 stigum. Og Kristján Jóhannesson ekkert á því að láta Harald Pétursson stinga sig af. Haraldur kom með 950 stig, Kristján Jóhannesson 885 þegar farið í 4. braut og þar drepur Kristján Jóhannesson á. Og fyrir vikið þá þarf hann að fara gróflega yfir rauða dekkið í næsta hliði og tapar þar 50 stigum. Og hann tapaði alls 105 stigum í þessari braut, hlaut hans 245 stig. Sem hleypti Haraldi í svolítið forskot, meðal annars vegna þess að Haraldur hefur aðlagað bílinn að þessum torfærum sem að nú í dag eru svolítið þröngar og bíll hans leggur mikið á. En til þess að það megi verða þá þarf að vera með mjög góðan búnað að framann og Haraldur lendir hér í vandræðum. Rótin Axel. Er hann að fá gröfuna hingað? Þetta getur orðið erfitt. Lítið mál að skipta þetta? Nei, það er mikið mál. Þetta er aftur sem aftur að brotna. Heppinn að þetta gerist í þessari braut, þar sem að kemur talsvert hlið á eftir. Já. Það er greinilegt að Haraldi líst ekkert á þetta því að það á ekki vera hægt að skipta þetta öðru sem að hafa aðgang að tækjum og tólum eins og á fullkomnu verkstæði. Þetta er búnaður úr mjög sterkum vörubíl sem þarna er verið að nota en Gunnar Gunnarsson í 4. braut og Gunnar skorar 265 stig. Leggur smá pressu á Ragnar Róbertsson. Og Ragnar Róbertsson skorar aðeins 255 stig og þeir eru þá jafnir upp á punkt og prikk. Og Haraldur Pétursson og hans aðstoðarlið er komið inn í viðgerðarsvæðið. Brotnaði öxullinn við Hjörleifskrossin sem að er í þessum framhásingum og það er greinilegt að Haraldur er bjartsýnn. Enda gekk með ólíkindum að taka þetta í sundur með slaghamrinn einan að vopni. Og enn betur að koma þessu saman. Það var örlítið hlé miðbik keppninnar og það er meistaraheppni að þetta skuli brotna á þessum tímapunkti. Og Haraldur náði í næstu braut án þess að þurfa að fara aftur fyrir. En þetta er Gunnar Gunnarsson, slagur í götubílaflokki. Þeir eru jafnir með 1035 stig eftir 4 brautir. Gunnar Gunnarsson og Ragnar Róbertsson. Komin hér yfir flestar hindranir í þessari braut. Þetta eru 350 stig fyrir lengdina en Gunnar tapar 130 stigum, fær 220 stig. Það var Ragnar Róbertsson. Nú á hann möguleika á því að komast vel upp fyrir Gunnar Gunnarsson. En hann er að tapa hér eins og Gunnar 50 stigum að þessu liði, erfitt lið. Og missir dampinn hérna eitt augnablik, verður að bakka. Þetta eru ekki nema 180 stig fyrir lengdina og 130 stig. Ragnar Róbertsson fær aðeins 50 stig þannig að Gunnar Gunnarsson hefur tekið afgerandi fórustu í götubílaflokki eftir 5 brautir. Kristján Jóhannesson. Og of mikið af dekkjum sem að Kristján Jóhannesson tínir niður 180 refsistig. Þannig að Haraldur var aðeins með 100 refsistig, þannig að Haraldur jók forskot sitt hér 80 stig. Gunnar Ásgeirsson náði síðan besta tímanum í tímabrautinni. En þau 200 stig sem hann varð af vegna
fyrstu og annarar brautar kom honum í koll, þannig hann ekki í slagnum fyrsta sætið en þó í 4. sæti eftir 7 brautir og hér var nú Daníel Gunnar Ingimundarson næstum því búinn að velta í öfuga átt. Haraldur Pétursson fer snemma í síðustu brautina og hún erfið og hann náttúrulega skoðar hana eins og hann sé von og vísa og upp fyrsta stallinn fer hann en þeir eru 3 svona stallarnir og svo hikstar bíllinn hérna augnablik og það má ekki bílarnir mega ekki við þessu pínulítil svona breyting í hraða gera það verkum að menn komast ekki upp svona og Haraldur fær 180 stig en sigur í höfn næstur Gunnar Ásgeirsson og þetta hugsanlega slagurinn annarsætið en þar sem að Loft fór úr vinstra afturhjóli í fyrra barðinu að þá endaði þetta svona 4. keppnin í sumar og þetta var ekki alveg hans dagur. Sigurður Þór Jónsson já, upp á fer hann en brýtur aftur öxul og aftur höggdeyfi eða dempara og hann fór ekki lengra að þessu sinni en Sigurður Þór hafnaði síðan í 7. sæti varði jafnbitni hingað stigum þá það Daníel Gunnar Ingimundarson harða ákveðin í því að fara alla leið hér já, hann snert ekki toppurinn þá var það slagurinn í göttubílaflokki Gunnar Gunnarsson eftir miður gott gengi í 5. braut þá var staðan sú að hann var í stöðu til þess að tryggja sér sigur hér og það gerir hann með glæsibrag og honum fagna heimamenn Ragnar Róbertsson var það að láta sér linda annarsætið í göttubílaflokki 5. sætið yfir heildina Gunnar Gunnarsson hafnaði í 3. sætið yfir heildina Gunnar Ásgeirsson varði í því 4. Haraldur Pétursson sigraði örugglega og geri aðrir betur. Til hamingju með sigurinn. Takk að þér fyrir. Til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn, hann í Höfn. Er það í Höfn alveg? Ég var ekki viss hvar Siggi myndi lenda sko. Skilst að Sigurður hafi verið í 7. sæti og þú séð þá með 35 stig og hann fær ekki nema, 3 stig fyrir 7. sætið. Já, hann þá með 25. Já, þú fær 7 stigum meira og það munaði 4 stigum á okkur, þannig hann á ekki möguleikaðinn á þér. Nei, já, þakka þér fyrir það. Það er ánægjulegt. Þetta leit illa út á einu augnabliki í dag. Já, rauninni er það þeimur sko. Það kom annað upp á einan sem sást ekki svo. Ég held að þessi titill og sigur skrifist nú á aðstofamennina þeim að þakka þetta hafðist sko. Brutum hann á öxulinn sem átti ekki að vera hægt að brjóta og var búinn að vera svolítið kærulaus með að græja mig með varaleit í það því að ég held að þetta er úr 40 tonna vörubíl sko. Þannig að ég held að þetta ætti ekki að geta farið. Þannig að núna tókum við þetta þarf að setja saman í pressu en þetta hafðist bara 1 og 3 að henda þessu saman. Strákarnir græjuðu það og svo leist mér ekki orðið á sko, ég var með varastartarann í honum, hinn hafði bilað eftir hellu og hann var farin að starta svo svakalega hægt að við skiptum um startara og þá kom það náttúrulega upp á þegar hann var komin úr að það var allt brennandi heitt og ekki nokkur leið að komast að þessu þannig að við vorum svolítið tæpir að ná í tímatrönd. Einum fyrir eftir Íslandsmótinu það verður hörkuslagur annarsæti. Kristján Jónusson, Sigurður Þór Jónsson, Ragnar Róbertsson og Gunnar Gunnarsson munu berjast það að fá rás númer 2 á bílinn á næsta ári. Haraldur Pétursson orðinn Íslandsmeistari og Ragnar og Gunnar berjast Íslandsmeistaratitil í göttubílaflokki. Það er Gunnar sem að leiðir. Við fara í stuttan ökutúr að lokum með Haraldi Péturssoni. Þakka fyrir að sinni, verð hér að vikuliðinni þá með síðustu 2 umferðirnar í Íslandsmótinu í karti sem fara fram næstu helgi. Bless. Gangi vel. Já, ég þakka þér fyrir leiðinu. Það er svona átt það. Þakka getum við ekki fest þetta á hótið. Ég kom með byggar einn. Þetta er alveg fint maður. Ég var að setja lagið á, We Are The Champions. We are the champions. Ég gat fyrir
Já, og